Andrés Magnússon, gjörðu svo vel. Takk hérna líka að vera stuttorðið, kæri félagar og forseti. Það búið að fella út 10. lið, það sem segir, sem skilgreindir aðsetur forseta, og það kom líka fram áðan að það voru nokkrir sem stungu upp á því að 23. liðurinn áðan er felldur inn í greinargerðum 25. lið, það er að segja aðsetur þingsins. En ef við erum bæði búin að strika út aðsetur þingsins og aðsetur forseta, þá erum kannski búin að, þá vantar skilgreininguna á því hvað er höfuðborg lýðveldisins. Og það verður nú skólabörn í Evrópu að vita að Reykjavík er höfuðborgin á Íslandi. Og þannig að ég dreg kannski tilbaka, það var nú ég meðal annars sem stakk upp á þessu, dreg það þá tilbaka að 23. greinin sé felld niður aðsetur þingsins, ef það á þá að vera skilgreiningin okkar á því hver sé höfuðborg landsins. Og önnur stutt athugasemd, það er þetta nýja sem er komið inn þarna lögum og fyrirmælum og aldrei beita fyrir en eftir birtingu þeirra. Ég skil það þannig og ég vona að það sé rétt skil og það er alltaf að tryggja að það sé ekki hægt að miskilja það, að ef það á að setja afturvirk lög, eins og til þess rætt sérstök hrunákvæði og svo framvegis, að ég skil það þannig að þau geta alveg verið afturvirk en það er ekki hægt að beita þeirri afturvirkni fyrir það er búið að birta þessi afturvirku lög. Ég skil það þannig og varpa þeirri spurningu til nefndarinnar. Annars finnst mér þetta frábært að búið að skýra úr alla þessa botlangar sem hafði enga þýðingu. Takk fyrir.